Sævar, þetta var rosalega sigur. Þetta er bara ótrúlega sem maður hefur tekið þátt í. Við erum í rauninni að spila ekkert spes. Vörnin hjá okkur ekki eins góð eins og síðasta leik. Þeir voru að vissu að hitta vel. Við mögum ekki taka það af Keflavíkurliðinu, það spilaði miklu betur í kvöld en hann gerði upp Ásvöllum og Gummi var að hitta alveg svakalega og hann var okkur erfiður í þessu leik og mér fannst fyrsti og þriði leikluti mjög slakir hjá okkur, annar og fjórði leikluti mjög góðir. Ég skil ekki alveg af hverju við byrjuðum svona ítið þriða leikluta því að við endum þriða leikluta ágætlega, annan leikluta ágætlega. Hélt kæmi grimmari en við vorum bara hikandi í öllu í byrjun. Við vorum að vissu með Emil út að mögulega hefði það einhver áhrif á okkur en við vorum hikandi í öllu. En fjórði leikluti var frábær. Missi Emil í villumvandræði bara snemma í leik? Já, það var dæmt mikið á okkur í byrjun. Og við fengum ekki að spila eins og hinnir og fengum mikið á okkur villur en svo fannst mér þetta jafnast en við sýndum gríðarlegan karakter. Þú erum að vera ánægð með Kára og hvernig hann klára síðustu 2 sóknir í leiknum? Já, ég er náttúrulega ánægð með alla. Ég meina Haukur kom inn á og setti frábæra þrista. Pól var frábær í fjórða leikluta eftir að aðeins dotta niður í þriðja og fara að missa hausinn aðeins. En þú veist, mér fannst allir vera frábærir í fjórða sem voru að spila og leggja sig gríðarlega mikið fram og vörnin var frábær þannig að auðvitað Kári tók þessi frábæri skot En við vorum búin að vinna okkur inn í leikinn fram að því og þetta er náttúrulega lokaskot var ótrúlega. Talandi þetta lokaskot, þetta er ekki fyrsta skipti sem að Kári Jónsson tekur svona og setja það niður. Nei. Eftir Ásvöllum eitthvað? Nei. Ekkert? Já, við tökum stundum svona stingjar frá miðju eða bolli frá miðju. Þetta séu ávöxtir? Nei, það held ég nú ekki. En hann hefur gert þetta áður. Við urðum Íslandsmeistarar held í 10. flokki þessi árgangur 96-7 þegar hann skaut frá miðju á móti Stjörnunni og setti í og við held ég að við sett 2 í fyrra. Nei, ég hitti fyrra þegar við fórum allavega og settum við 2, held að Haukar hafði sett 1 og Kári 1 og Kári setti 1 á móti Stjörnunni í undanúrslitum bikars, svona svipaðan, við sökjum svona langur. Þannig að við erum búin að vera að setja nokkur og svona, við höfum bara trú á þessu. 2-0, það er þægilegt. Já, það er því líku léttir að hafa náð sigri hér í kvöld. En við þurfum samt að gera grein fyrir því að þetta er ekki búið og við verðum að minna strákarna það að fyrir 3 árum vorum við 2-0 undir á móti Keflavík en unnið 3-2. Og við þurfum að passa okkur á það að vera ekki að halda þetta sé búið. Það er nóg eftir. Takk.